thank you. Okay, thank you. Okay. Welcome back, all. We thank God for the opportunity we have to study the Bible just a moment ago. We have an announcement. Verið hjartalega velkomin í kirkju hérna í dag og við skulum hefja þessa stund með því að það eru hérna nokkra tilkynningar. Now we have an announcement. Okay. For the announcement, on the September 26th this year, church annual celebration and preparation, clean up of the church building and the ground, ongoing to maintain cleanliness and orderliness. Yeah, just to announce that this will be the 10th of October instead of 26th of September like it said up there. En það hefur verið að segja að 10. október mun vera haldið upp á 100 ára afmæli kirkjunnar og 120 ára afmæli safnaðarins hér í kirkjunni og það verður, hugmyndin er að við tökum höndum saman og gerum kirkjuna eins fína og hægt er. Okay. We also have the Children Technology Club every Wednesday 5 to 7 p.m. and Sundays 4 to 6 p.m. at you know the address? Yeah, here in the church. Okay, in the church, yeah. It would be nice if our children can attend this. Já, hann að segja að það tilkynning að það hérna tækniklúbbur fyrir krakka hér á miðvikudögum í kirkjunni og sunnudögum og það verður gaman að sjá sér flest börn taka þátt. Yeah, okay. The next is hymn 311. Yeah. Nearer, still nearer. Við skulum þá næst syngja saman sálminn númer 311 sem birtist hérna uppi.
við ætlum að bjóða þér að koma og hafa upphafsbæn fyrir okkur. Já, himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt hér í dag til þess að taka við því sem þú vilt við okkur segja í þínu orði, Drottinn, og við leitum til þín, heilagi Anda, að þú komir og uppfyllir okkur og hefur áhrif á okkur í okkar vegferð og okkar göngu. Blessaðu þessa stund sem við eigum með hér, Drottinn. Við biðjum að úthella þínum anda í Jesú nafni. Amen. Amen. So, tithe and offering. Yes. Yeah. So, I understand there will be basket In at the the end and in the front, isn't it? Já, þá mun vera teknar upp gjafir, við erum minna á það að við sem kirkja tökum upp gjafir til styrta kirkjunni og því starfi sem er unni hér. Það eru komni núna kassar frammi og þar er hægt að leggja fram sitt að mörkum það sem er. Okay, thank you. So, we have to hymn 186, Shower of Blessings. Þá skulum við næst syngja sálminn nummer 186. Amen.
Hannah and Hannah, please. Thank you. Þá ætla Laila og Hanna að lesa fyrir ykkur ritningaversið. Thank you. Sorry. Should I go first? Yeah. Ritningalesturinn tekið úr Salmónir í dag, 33. kafla, og það hljómar svoleiðis. Drottinn lítur niður á himnum, sér öll mannanna börn. Frá hásæti sínu virðir hann fyrir sér alla jarðarbúa. Hann sem skapaði hjörtu þeirra alla og gefur gætur á öllum athöfnum þeirra. En augu drottins vaki yfir þeim sem óttast hann. Þeim vona á miskun hans. And for the English, we're reading Psalms 33, 13 to 15, and then verse 18. The Lord looks down from heaven. He sees all the children of men. From his throne he looks down on all the inhabitants of the earth. He who formed the hearts of them all and observes all their actions. And verse 18, but the eyes of the Lord are on those who fear him, on those who hope in his mercy. Shall we pray? Heavenly Father, we come to you again this morning with grateful hearts for your love, for your mercy, for your faithfulness, all that we continue to enjoy in abundance. Lord, we thank you for the gift of life and also the gift of the church. We pray, Lord, for the Holy Adventist Church across the world. We pray that for the servants, the leaders, and everyone that shepherds your people in the different churches. We pray that you fill them with grace and you fill them with humility and love for the people, that they continue to spread the word. We pray, Lord, for our church here. We pray that we continue to serve each other with love, humility, so that we may progress in our spiritual lives. We pray for our families, Lord. We pray for stronger relationship. We pray that parents be guided in the parenting. Lord, we pray for the sick. We pray for those that are lonely. We pray for those that feel deserted. We pray that your Holy Spirit continue to speak and minister to them. And we pray that you use each and every one of us in any way that we are able to reach out to those that are still yet to hear your word, whether closest to us or as far out as we're able to go. Whether we pray for peace, we pray for peace, we pray for love, and we pray for harmony amongst the church members. In all of this we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Serve his call and turn away going, but still his love is true. Neither heights nor depths nor anything he knows from heaven above
just no matter what you do, you can't keep God from loving you. Viltu þýða? Góðan daginn öll og gleðilegan hvíldardag öll saman. Ég vil skila kveðju til þeirra sem eru systkini okkar og eru að hlusta og eru á ferðalögum og eru stödd í Filippseyjum. Það Dexter and Lenny and Venice and Amber. Og svo vil ég skila sérstakri kveðju til Madrid á Filippseyjum, en þar eru líka systkini okkar að fylgjast með. Guð bless ykkur öll og ykkur öll sem eruð á ferðalögum, hvar sem Ég ætla að lesa. Það býða aðeins sem ég byrja hérna fyrst. Já. Já. Og þú hérna, það koma inn bara þegar ég byrja það, sko. Já. Já, góðan daginn. Við ætlum að vinna þetta saman, Guðmundur og ég, í dag. Og hún Harpa, hún þýðir á ensku. Þannig að þetta fer allt saman fram bara hérna hjá okkur á íslensku. Í dag merkisdagur. Það 4. júlí í dag. 4th of July. Svolítið merkilegu dagur í Bandaríkjunum. Og það ekki bara það að þetta sé frelsisdagur Bandaríkjanna undan breska heimsveldinu, heldur líka það að þetta eru 250 ár frá því að þetta gerðist. Það eru 250 ára afmæli og ýmislegt gert í Bandaríkjunum til þess að halda upp á þessa hátíð sem ég ætla ekki að tíunda hér en allavega bara minnast þess að þetta merkisdagur. En það sem ég langaði til þess að skoða í dag og við tölum saman þrælkonan Hagar. Og það sem hennar staða í lífinu hjá Abraham. Við höfum öll grundvall, og það kannski megin þemað í þessu, að við höfum öll grundvallar þörf fyrir að vera séð, tekið eftir okkur í lífinu. Og það þáttur í því að finna að við tilheyrum, erum þáttakendur í samfélaginu, að vera séð. Það svona, við þurfum að hafa það í huga þegar við lesum söguna Hagar og Abraham, sem á þeim tíma í upphafi hét Abram og kona hans Sarai. Guðmundur ætlar að lesa fyrir okkur úr 16. kafla 1. Mósebókar frá 11. til 15. versi. Guðmundur, gjörðu svo vel. Sarai, kona Abrahams, ól honum ekki börn. Hún átti egypska ambátt sem Hagar hét. Eitt sinn sagði Sarai við Abraham: Sjá, drottinn hefur meinað mér að eignast barn. Leggstu nú með ambátt minni, vera má að hún ali mér son. Og Abraham fór að orðum Sarai. Þá tók Sarai, kona Abrahams, Hagar, hina egypsku ambátt sína,
en Abraham hafði þá búið 10 ár í Kanaans landi og gaf hana Abraham manni sínum konu. Abraham lagðist með Hagar og varð hún þunguð, en hún vissi að hún var með barni, fyrirleit hún húsmóður sína. Þá sagði Sarai við Abraham: Sá óréttur sem ég beitt komi niður á þér. Ég gaf ambátt mína þér í faðm, en þegar hún vissi að hún var þunguð, tók hún að fyrirlíta mig. Drottinn dæmdi milli mín og þín. Abraham svaraði Sarai: Ambátt þín á þínu valdi. Ég gef ambátt mína þér í faðm, en þegar hún vissi að hún var þunguð, tók hún, Abraham svaraði Sarai: Ambátt þín á þínu, fyrirgefiði, hlýði, það ekki númer 7, engill drottins. Fyrirgefiði, gerðu við hana það sem þér þóknast. Þá þjáði Sarai Agar svo að hún flýði frá henni. Engill drottins fann Hagar hjá lind í eyðimörkinni, lindin á veginum til Súr, og hann mælti: Hagar ambátt Sarai: Hvaðan kemurðu og hvert ferðu? Hún svaraði: Ég á flótta frá Sarai, húsmóður minni. Þá sagði engill drottins við hana: Snúðu aftur til húsmóður þinnar og sættu þig við meðferð hennar. Og engill drottins sagði: Ég mun fjölga niðjum þínum, svo að tölu verði ekki á þá komið. Engill drottins sagði einnig við hana: Þú ert þunguð og munt ala son. Þú skalt láta hann heita Ísmael, því að Drottinn hefur heyrt kveinstafi þína. Hann verður maður ólmur sem villi astni. Hönd hans skal vera uppi á móti öllum, og hvers manns hönd á móti honum. Hann verður andsnúinn öllum bræðrum sínum. Þá nefndi Hagar Drottinn sem talaði við hana: Þú ert allsjáandi Guð, en hún hugsaði með sér: Nú hef ég séð hann sem sá mig. Af þessum sökum brunnurinn nefndur brunnur hins lifandi sem sér mig. Hann á milli Kadesh og Bered. Hagar fæddi Abraham son, og Abraham nefndi soninn sem hún hafði fætt honum Ísmael. En Abraham var 86 ára þegar Hagar ól honum Ísmael. Svolítið merkileg saga hér Hagar og Abraham, sem finnst stórmerkilegt, sem við höfum tækifæri til þess að ígrunda svolítið. Sagt frá Hagar, og hún innflytjandi, þessi kona, frá Egyptalandi sagt, og hún hefur enga sanna tilfinningu fyrir því að tilheyra þar sem hún var, eða þar sem hún hér. Og hún að flytja frá þessu, eða flýja frá þessu heimili, þar sem líkami hennar hafði verið nýttur til þess að koma í heiminn afkomenda fyrir hjón sem gátu ekki eignast barn. En margar af dætrum Hagar, getum við sagt, verða einnig fyrir þessu sem Hagar varð fyrir: óréttlæti, misþyrmingum, eins og hún varð fyrir
af hálfu Sarai. Hún læst inn í kerfi, þessi stúlka, sem hún gat ekki komist út úr. Læst inn í kerfi og henni finnst hún vera ósýnileg persóna. Hún hefur engin réttindi, þessi ambátt eða þessi þræll. Ekkert frelsi eða val og henni ofbýður. Hún hefur fengið nóg. Það er mjög erfitt að vera einskis virði, nafnlaus. Og það er talað hana hérna, Abraham talar hana og Sarai sem ambáttina eða sem Egyptan. Sarai og Abraham litu ef til vill ekki á hana sem persónu yfir höfuð. Hún var þarna bara til þess að koma verkefni í framkvæmd. Kannski uppgötvuðu ekki einu sinni að hún var í farin, að hún hefði strokið. Nafnið er svolítið merkilegt, Hagar, hvað þýðir þetta nafn í raun? Það getur þýtt á hebresku flótti, eða sú sem hefði verið yfirgefin, Hagar, en það er einnig víða túlkað sem orðatiltæki eða orðaleikur með hebreska orðið Hagger, en líkist þetta Hagger, sem þýðir útlendingurinn eða aðkomamaðurinn. Þannig að jafnvel nafnið hennar sem við þekkjum lýsir bara stöðu hennar sem utangarðsmanni, einhverjum útlendingi, sem egypskur þræll. Og kannski vissi Hagai ekki einu sinni sjálf hvað hún vildi. Það getur litið þannig út, en hún vissi hvað hún vildi ekki. Hún vildi ekki þola það að vera litið á sem ekki persóna, eða sem ósýnileg persóna. Hún gerir sér ekki grein fyrir því hvar eða hver hennar mesta þörf er, þar til að hún mætir þessum Guði sem mætir þörf hennar. Og hún nefnir hann hérna í 13. versi, El Roi, kemur fram hér. El Roi kallar hún Guð, Guð sem sér, eða eins og er á íslensku þýðingunni, hinn allt sjáandi Guð. Og það stendur áfram að hún hafi hugsað með sér, nú hef ég séð hann sem sér mig. Nú hef ég séð hann sem sér mig, eða sem sá mig. Og hún nefnir Guð nafni. Það er eiginlega alveg einstakt í biblíusögunni. Hvað myndir þú kalla Guð ef að þú hefði tækifæri til þess að gefa honum nafn? Hvað myndir þú gera? Hvað myndir þú kalla Guð? Hvað myndir þú segja? Hvernig getum við gefið Guði nafn, eitthvað sem lýsir honum? Guð sem elskar, er það ekki? Eða Guð sem leiðir okkur áfram? Eða Guð sem fyrirgefur? Eða
Guð sem gefur annað tækifæri. Það nafn sem það kannski nafn sem þú myndir gefa honum. Þetta nafn myndi mögulega segja meira þig en eðli Guðs, eða segja meira þá þörf sem þú hefur gagnvart honum. Við upplifum Guð þannig á áhrifamikinn hátt með því að svara þörf okkar. Hagar hér, þessi þrælkona, unga stúlka í raun, sem fann sig svo einskis virði, fann sig svo misskilda, í raun einstök persóna. Hagar á hér sengri samræður við Guð en nokkur önnur kona í öllu Gamla testamentinu, eða kannski lengri samræður við Guð heldur en nokkur karlmaður í Gamla testamentinu. Hagar, egypska ambáttin, eina persónan í Biblíunni sem gefur Guði nafn. Fram að þessu hafði Guð gefið sjálfum sér nafn, valið sér nafn. Munið eftir einhverju nafnu sem Guð gaf og kynnti sig sem. Þetta umfram allt Elohim. Elohim skaparinn. Elohim svolítið fleirtölunafn, svolítið merkilegt. Að það fleirtölunafn, en skaparinn, við veitum að það var Guðdómurinn sem skapaði heiminn. Það líka nafni Jahve. Hver munurinn á Elohim og Jahve? Jú, Jahve höfundur sáttmálans. Eða annar nafn, til dæmis El Shaddai, hinn almáttugi Guð. Og þetta mikilfenglega nöfn, hátt upphafin nöfn, en Hagar þarfnaðist annars en einhvers mikilfenglegs, fjarlægs Guðs, sem hún hefur að öllum líkindum heyrt en þekkti hann ekki. Hún þarfnast nálægs, persónulegs Guðs, og hún mætir einmitt þeim Guði: nú hef ég séð hann sem sá mig. Hugsið ykkur hvað yndislegt þetta Hún segir þetta: nú hef ég séð hann með augum mínum. Hann var þarna fyrir framan hana. Hann sem sá mig. Hvers vegna þetta mikilvægt? Hefur þú íhugað það? Af hverju það svo mikilvægt fyrir okkur að vita að það til Guð sem sér okkur? Hvaða máli skiptir það fyrir mönnum, fyrir okkur sem fólki, mammur, pappa, mann, konu, unga persónu, börn, að eiga samband við Guð sem sér og fylgist með? Við sögðum hér í upphafi að við höfðum öll grundvallar þörf fyrir að vera séð, að vera tekið eftir. Það þáttur í því að finna að við tilheyrum og erum þáttakendur í samfélagi. William Tammuz segir: þú skilur ekki að fullu mannlegt eðli
nema þú skiljir hvers vegna barn á hringekju að þau eru að þau hvert skipti sem þau fara hringinn í hringekjunni veifa til foreldra sinna eftir hvern hring og hvers vegna foreldrið barnsins mun alltaf veifa tilbaka hvern hring. Hvers vegna þurfum við á því að halda að vera séð, að vera tekið eftir? Hvers vegna þráum við að Guð sem sér og hvaða máli skiptir það fyrir okkur? Það skiptir öllu máli því að vera séð eða séður að hafa þýðingu, hafa merkingu, að þekkja uppruna sinn, að vita hver við erum. Guð segir í Sálmunum 139, augu þín sáu mig ég enn var ómyndað efni. Guð sá okkur áður en nokkur annar. Sýn hans kom lífi í okkur og frá því að hann sá okkur fyrir og skapað okkur, þá hefur hann vakað yfir okkur sem hann skapaði, bæði mannverum og undurfagri jörð sem við höfum tekið þátt í að skemma. Augu Guðs miðla kærleika og þegar við vitum það erum við róleg, þá erum við örugg í nærveru hans. Að vera séð að hafa þýðingu og að vera séð að vera örugg. Jeremía 24:6 segir, ég lít til þeirra með velþóknun. Lít til þeirra með velþóknun. Það er verið að tala Ísraelsmenn, þannig að þeir eru í herleiðingun og það geta verið sagt að þeir geta ímyndað sér að Guð hafi gleymt þeim. Guð er fjarlægur. Guð hefur gleymt okkur. Guð veit ekki okkur og hagi okkar lengur. Þeir hengdu upp hörpur sínar og grétu. En ég sé þau, segir Guð, ég lít til þeirra með velþóknun, ég horfi á þau. Hvernig er það að lifa við það að Guð sér og fylgist með? Það eru undur fögur vers í Sefanía 3. kafla sem segir, Guð þinn hjá þér, hann mun fagna og gleðjast yfir þér, hann mun hrópa af fögnuði þín vegna, eins og á hátíðisdegi og hugga með kærleika sínum. Guð mun hrópa, eða það stendur á ensku þýðingunni, en Guð mun syngja. Þekkir þú þá tilfinningu að vera huggaður eða hugguð af kærleika Guðs? Yndislega hugsun. Og svo þetta Sálmur 33 sem við lásum hér í upphafi. Drottinn lítur niður af himni, sér öll mannanna börn, frá hásæti sínu virðir hann fyrir sér alla jarðarbúa. Hann sem skapaði hjörtu þeirra allra og gefur gætur að öllum athöfnum þeirra.
Hann gefur gætur eða hann skilur. Og hann skilur því að hann sér. Og hann virðir þau fyrir sér. Að vera séður að vera skilinn. Og að vera séður að fá uppörvun. Eða, þessu stendur hér í Krónikubókinni, því að augu Drottins skima alla jörðina. Til hvers? Til þess að refsa og til þess að hegna? Nei. Til þess að geta komið þeim til hjálpar sem eru heils hugar við hann. Gerir þau grein? Gerir það þig órólegan að gera sig grein fyrir því að Guð fylgist með hverri athöfninni? Það huggaði Hagar og gaf henni kjark. Hún sneri tilbaka og bjó með þeim hjónum Abraham og Söru, og svo óx sonur Hagar úr grasi og hlutirnir urðu ólíðandi aftur á ný. Og nú ætlar hann Guðmundur að lesa fyrir okkur úr 21. kaflanum í fyrstu Mósebók. Og hér sjáum við Hagar, það sem hún mætir Guði á ný, á flótta. Og Guð opnar augu hennar fyrir nokkru sem hún hafði ekki tekið eftir, nokkru sem hann gerir ávallt. Það er fyrsta Mósebók 21 og Guðmundur 8-20. vers. Þá hefst lesturinn. Sveinninn dafnaði og var vaninn af brjósti. Þann dag Ísak var vaninn af brjósti, gerði Abraham veislu mikla. Sá þá Sara, son Hagar, hinnar Egypsku, sem hún hafði fætt Abraham að leik, og sagði við Abraham, rektu burt ambátt þessa og son hennar, því að ekki skal ambáttasonurinn taka arf með Ísak syni mínum. Abraham féllu þessi orð mjög þungt vegna sonar síns, en Guð sagði við Abraham, lát þér ekki falla þetta þungt vegna sveinsins og ambáttar þinnar, öllu sem Sara segir skaltu hlýðnast, því að afkomendur þínir munu kenndir verða við Ísak. En ambáttarsonin mun ég einnig gera að þjóð, því að hann afkvæmi þitt. Snemma næsta morgun tók Abraham brauð og vatnsbelg og fekk Hagar, lyfti drengnum á öxl henni og sendi hann á braut. Reikaði hún eyðimörkina við Beerseba. Vatnið þraut úr skinnbelgnum, lagði hún drenginn undir runna einn, gekk þaðan og setti skammt undan, eins og í örskots fjarlægð, því að hún hugsaði, ég vil ekki horfa á drenginn deyja, og hún tók að gráta hástöfum. Þá heyrði Guð grát sveinsins, og engill Guðs kallaði til Hagar af himni og sagði, hvað amar að þér, Hagar? Óttast þú ekki því að Guð hefur heyrt grát sveinsins þar sem hann liggur? Stattu upp, reistu drenginn á fætur og leiddu hann þér við hönd, því að ég mun gera hann að mikilli þjóð. Og Guð lauk upp augum hennar, svo að hún sá vatnslind, fór og fyllti vatnsbelginn og gaf drengnum að drekka. Guð var með sveininum og hann óx og settist að í óbyggðunum og gerðist bogmaður. Hann hafðist við í Paranóbyggðunum og móðir hans tók handa honum konu
frá Egyptalandi. Heilmikill lestur, þakka þér fyrir Guðmundur. Kannski hefur enginn okkar nokkuð tíman gengið í gegnum slíkar örvinglan og hræðilega reynslu eins og hér lýst í lífi Hagar. Að komast í slíka alger þrot og að horfast í augu við dauðan sjálfan. Fundist engin leið fær lengur eða tekist á við að vera foreldri í slíkum aðstæðum. Að geta ekki veitt það sem barnið þarf á að halda. Það er þess konar kringustæður sem við sjáum hér í þessari sögu, þessari merkilegu sögu sem við finnum hér í fyrstu Mósebók. En svo stendur, Guð lauk upp augum hennar svo að hún sá. Guð kemur þarna að, enn á ný. Hann lýkur upp augum hennar svo að hún sá. Það rímar við þetta sem við lesum í 16. kaflanum. Guð sem sér, Guð sem sá mig og Guð sem ég sé. Guð lauk upp augum hennar svo að hún sá og sonurinn óx upp í eyðimörkinni. Af því að Hagar hafði uppgötvað uppsprettu lífsins í eyðimörkinni. Guð gaf Hagar tilgang, Guð gaf Hagar hugrekki og hún reyndi það að fá ríkulegan stuðning frá drottni allsherjar. Og þegar enginn annar veit og öllum stendur á sama og enginn annar sér og enginn annar hjálpar, þá sér Guð. Að vera séður er að vera þekktur. Hvað sem við göngum í gegnum núna, þá þurfum við ekki að ganga í gegnum það ein, heldur með stuðningi og hjálp drottins. Við getum sagt með Davíð, en augu drottins vaka yfir þeim sem óttast hann, þeim er vona á miskunn hans. Drottinn blessi okkur og leiði okkur í göngu okkar með honum. Við erum ekki að fara í gegnum svona erfiða hluti, en við treystum því og vitum stöðulega að hann gengur með og hann leiðir og hann hjálpar. Og það er uppörfun og það gefur okkur tilgang með lífinu. Drottinn blessi ykkur öll. Amen. We have a hymn 401. Tis so sweet to trust in Jesus. Við erum að syngja hér lokasálminn. Jesú Kristi er kært að fylgja, númer 401. Trust
Við skulum rísa á fætur og meðtaka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesu nafni. Amen. Amen. Yeah. We thank God for a wonderful day like this, to be in His presence Þakkum fyrir fagran, fallegan dag sem við höfum notið, and to be in the presence of each and every one of us. að fá að vera með Drottni And we og í thank nærveru hvers annars. all our visitors for today. Og við bara þakkum allum gestum sem hafa komið til okkar að vera hérna hjá okkur í dag. Always feel free to be with us at every time you are here with us. Og þið eru allir hjartanlega velkomin að koma hvenær sem er. At the end, God will always be praised. Og við lofum Drottin stöðulega, það er það sem við leggjum áherslu á í dag. So today we're having a light lunch over here. Við ætlum að borða saman hérna á eftir eins og venjulega We invite everyone to be with us, og allir hjartanlega velkomin að koma og vera með okkur if you can. ef þið hafið tækifæri til þess. Thank you. Takk innilega.